Þá ætlum við að fara yfir í hugleiðslubænina. Og hugleiðslubænin virkar þannig að við ætlum að taka bara kannski 10-15 mínútur þar sem við ætlum að hugleiða orðið. Við ætlum að færa okkur nær Guði. Við ætlum að hleypa Guði inn í hjart okkar og bara leyfa Guði fylla hjart okkar. Og inn í hugleiðslubæninni erum við alltaf með það sem kallað er frelsisbæn. Og frelsisbæn í henni felst að við veljum að trúa að Jesús sé Guð og játa hann sem Guð í okkar lífi. Og þá gerist stórkostlegt kraftaverk innra með okkur sem er að andi Guðs kemur inn í andan okkar, endurfæðir hann og við fáum nýjan anda fæddan af Guði. Þannig verðum við Guðs börn. Þannig öðlumst við inngöngu með hann inn í himnaríki Guðs og þannig byrjar Guð sjálfur eða hans kraftur og allt sem hann er, kærleikurinn, friðurinn, lækningin, frelsið, að lifa og starfa innra með okkur. Og þá verður allt sem við erum að gera áhrifaríkara kraftmeira af því að andi Guðs, þessi heilagi andi, lifir innra með okkur og er partur af okkur og því sem við erum. Amen. Þannig að við skulum bara koma okkur þægilega fyrir. Og þegar þú ert tilbúin, máttu bara draga djúpt inn andan. Og þegar þú blæst frá þá bara lokar augunum og leyfir þér að svífa inn í þægilega himneska slökun, afslöpun og ró. Ég ætla að biðja fyrir hugleiðslubænin, ég biðji heilagi andi að stíga niður til okkar. Ég bið að þinn vilji verði fyrir hvern og einn hér sem er að hlusta. Og ég þakka þér fyrir að þú ætlar að lækna og gera stórkostleg kraftaverk í hjart okkar, í líf okkar og í framtíð okkar. Og fyrir þá sem að vilja þá megi bara endurtaka þessa bæn í hjart ykkar eða fyrir þá sem vilja megi segja hana upphátt. Góði Guð, kæri Jesús, ég vel að trúa því í hjarta mínu að þú lifir í dag. Ég trúi því, Jesús, að þú ert Guð. Takk fyrir að fyrirgefa syndi mínar. Takk fyrir að gefa mér þinn anda. Ég vel að lifa í þínu ljósi. Ég lifi í þínu ríki og í þínum kærleika alla eilífð. Amen. Og ég kem fram fyrir þig, Guð, og ég beygi mig undir þína styrku hönd. Þú ert minn Guð og minn Faðir. Og ég vel að afhenda þér hjarta mitt. Og hleypa þér, Jesús, inn í það. Og ég biðji heilagur andi að fylla hjarta mitt og fylla sál mína og fylla huga minn að þínu ljósi, að þínu lifandi vatni. Og ég þakka þér fyrir að allstaðar það sem áður var skortur, flæða þínar allsnægtir með krafti inn.
Og ég tek ákvörðun frá hjartanu að setja þig, Jesús, efst í hjarta mitt. Ofar öllu öðru. Og ég afhendi þér ekki bara hjarta mitt, heldur líf mitt, sálina mína, líkamann minn og huga minn. Og ég bið þig að fylla hjarta mitt af orði þínu og þínum friði. Og þú, Jesús, ert friðurinn minn. Og þú, Jesús, ert öryggi mitt og lækningi mín. Og ég vil fylgja þér, Jesús, af því að þú sagðir að hver sem fylgir þér mun aldrei þurfa að ganga í myrkri framar, af því að þú ert ljósið. Við ætlum að eiga núna bara smá svona hljóðastund þar sem að við bara setjum hann ásetningin í hjarta okkar að þekkja Guð, að kynnast honum betur, að læra eitthvað meira hann. Bara setja þennan ásetning í hjarta okkar núna og dvelja í hans nærveru. Og ég skynja frá heilugum anda að það einhver hérna sem er á Zoominu sem búin að vera svona uppgefin og liggja mikið og bara bera svona ofboðslega þungar byrðar. Og það er svona svona tilfinningin svo að vera búin á því, uppgefin, þreyttur og bara liggja. Og bara heilagur andi, hann er að lækna þetta núna og lyfta þessari byrði af þessari mannesku og það kemur nýr kraftur. Og ég sé bara viðkomandi mannesku svona rísa upp, standa og það er svona sólskin og bjart og fallegt og það er svona bjart, fallegt framundan. Svona vonarík og björt framtíð, það sem er svona afslöppun og hlýtt og mjög bjart.
Amen, takk fyrir þetta, Jesús. Og síðan annar, það maður sem hefur verið að klíma við mjög miklar áhyggjur og svona áhyggjur sem að tengjast framtíðinni og starfsgetu og fjölskyldu. Og ég bara sé að heilagur andi að snerta við þessum manni núna og bara hreinsa burt þessar áhyggjur og setja meiri trúin í hjarta hjá þessum manni. Hann búinn að vera að biðja og Guð búinn að heyra þessa bænir og hann bara bænheyraði núna. Það kemur rosa sterk og falleg trúin í hjarta núna og svona hvíld og áhyggjuleysi og von varðandi framtíðina. Og þú ert eftir að taka eftir því, þú finnur fyrir því hver sem þetta á við að hugafarið verður breytt, algjörlega breytt, allt annað hugafar, svona bjart hugafar sem fullt af trú og friði og áhyggjuleysi og bara gleði og svona eftirvæntingu. Af því að þú finnur inn í hjartanu að Guð að fara að gera eitthvað gott og fallegt og það að koma einhver blessun inn í lífið þitt. Amen. Amen. Og ég finn bara mikla gleði núna að heilagur andi að starfa og rýmið fyrir Guð að stækka í hjarta okkar allra. Ég bara þakka og ég ætla að biðja núna fyrir ykkur öllum. Og það var svo magnað með Jesús þegar hann bað fyrir lærisveinum sínum, þá bað hann fyrir trú þeirra. Við höfum mikið predikað trú og ég ætla að biðja bara núna fyrir trú ykkar. Ég biðja bara heilagur andi núna að snerta við hjarta hvers og eins sem að hlusta og ég biðja bara að gefa þína trú, Drottinn. Gefa þína trú, Guðinn, í hjarta okkar allra. Þína guðlu, stórkostlu, mögnu trú. Trú sem að hefur sigrað allt. Þína trú, Jesús, inn í hjarta okkar alla. Í Jesú nafni. Og það kemur svona kall frá Guði að bara dvelja í hans nærveru, gefa honum tíma, vera ein með honum í bæn, í hugleiðslu eða bara sita, segja Guð, ég ætla bara að vera með þér núna, ég ætla bara að eyða tíma með þér og bara sitja hjá þér og með þér. Og það þá sem við upplifum stórkostlegustu stundir lífs okkar, lækningu, einhverja lausn, svör, bænasvar, sýnir, vitranir. Amen. Amen. Já, góða Guð, ég bara biðja fyrir öllum þeim sem að hlusta og horfa og ég bara vil biðja fyrir fjölskyldum, allra þeirra sem að hlusta og horfa. Ég þakka þér fyrir að þú kemur læknandi hendiðinni yfir þessar fjölskyldur og stórkostlega blessun. Og það sem var ágreiningur og ósætti og veikindi og svona andavald sem að hvílir yfir fjölskyldunni, ég þakka þér fyrir að þú hreinsar þetta allt á brott núna. Ég þakka þér fyrir að það kemur heilbrigði, það kemur sátt, það kemur blessun og bara svona ríkari tenging. Og ég þakka þér fyrir að þú lyftir af þessu oki sem að oft gerir það verkum að það koma svona samskipta erfiðleikar og samskipta vandamál og það bara farið núna og fólk upplifir sig bara að hafa rými og leyfi til að tjá sig og það bara virðing, gagnkvæm virðing fyrir því sem fyrir tilfinningum og skoðunum hvers annars og bara svona tenging sem
sem að segir að við erum fjölskylda og við styðjum hvort annað og við elskum hvort annað og við dæmum ekki. Ég þakka þér kærlega fyrir þessa fjölskyldublessun, Guð, og fyrir lækningu þín í Jesú nafni. Amen. Amen. Þá megum við bara opna augun, hægt og rólega.